Og nú kynnum við á svið tvo menn, karl og konu. Það eru skáldin Kristín Helga Gunnarsdóttir og Jón Kalman Stefánsson. Kona sem forseti Íslands, meiri helvítis vitleysan. Á hvaða leið þessi heimur? Sagði gamall maður við mig yfir fiskikari suður í Sandgerði fyrir 35 árum og bætti síðan við eins gott að maður sé að fara að drepast. Hann lifði blessunarlega mörg ár eftir þetta, gamli maðurinn, hélt mikið upp á einar ben og elskaði konur, dásamaði þær, en þær áttu bara ekki að vera áberandi. Að vera kona, það að skyggja ekki á aðra. Konur hafa verið undirokar frá upphafi tímans. Þeim hefur verið haldið niðri, meðvitað og ómeðvitað af tungumálinu, samfélaginu, trúarbrögðum. Í árþúsundir höfum við lifað í heimi karlmannsins. Hann er alltaf á heimavelli, konan ævilega á útivelli. Leikreglur settar af karlmönnum og sniðnar af þeim. Hið karlæga svo upphafið að jafnvel Guð var að gera sér að góðu að vera álitinn karl. Kona sem vildi komast jafn langt og karlmaðurinn var að leggja helmingi meira á sig eða þá vera helmingi betri. Sem er óréttlæti og ævintýraleg heimska sem er því miður ennþá við lýði í dag. Margt hefur batnað en samt óralangt í land. Sá sem vill lifa í betri heimi hlýtur að berjast fyrir jafnrétti kynjanna. Sá sem vill réttlátari heim hlýtur að vera feministi. Það var afrek hjá Vigdísi að ná forsetaembættinu og hjá þjóðinni að kjósa sér konu sem forseta. Glæsilega og greinda heimsmannesku með ræturnar djúpt í íslenskri menningu. Og það er mikilvægt, verður seint ofmetið að hafa forseta sem er heimsmanneskja, sem hræðist ekki í heiminn eins og stundu vill henda eyjaskeggja. Heimóttaskapur heitir sú hræðsla. Ein birtingarmynd hennar gæti verið sú staðhæfing að það sé hættulegt að borða útlent kjöt. Heimsmanneskjan Vigdís vill stækka, dýpka og styrkja eigin menningu með því að læra af umheiminum. Vigdís horfir á heiminn og hugsar hvernig get ég lært af honum. En hún hugsar líka hvernig get ég auðgað hann. Hún hugsar ekki hvernig get ég grætt af honum. Einhver segir nú skal græða en þá hugsar Vigdís ekki pening og kvótabrask heldur byrjar að planta trjám. Hún er forseti Íslands og gróðursetti tré. Skildu við það á sínu tíma meðan hún var forseti hversu mikilvægt það var. Því það er menningin í sinni fallegustu mynd, hinn djúpa hugsun. Það sem þú hlúir að í dag veiti þér og þínum skjól og unun á morgun. Lengra frá henni ófrjói pólitískri tækifærismennsku komist við ekki. Því Vigdís er andstæða tækifærismennskunnar. Kannski vegna þess að menningin er órjúfanlegur hluti af persónu hennar og gefur henni yfirsýn. Þess vegna hefur hún ætíð séð vítt og veit að góðir hlutir gerast hægt. Hún steig aldrei upp í breiðþotur auðmanna með yfirlýsingar að nú skyldu Íslendingar sigra heiminn. Ég held að Vigdís hafi hvorki áhuga á að sigra heiminn né að fela sig fyrir honum. Hún vill auðga heiminn. Hún er sú sem ræktar víðsýni í brjóstum fólksins. Og þess vegna er eins og Ísland stækki í hvers sinn sem við nefnum nafn Vigdísar Finnbogadóttur. Sólin skein þessa nótt þarna árið og þótt ég væri bara 17 ára gömul og mér varðaði daglega frekar lítið það sem gerðist á Bessastöðum
En meira það hvað gerðist í Hollywood helgar, þá fann ég svo sterkt að það skipti öllu máli að kona kæmist á Bessastaði. Og við fundum það svo mörg vikurnar á undan þegar einstæð móðir svaraði furðulegum spurningum af víðsýni, umburðarlyndi og þolinmæði. Fáránlegum spurningum sem fréttamenn töldu þó eðlilegt að spyrja þarna árið 1980. Það var þess vegna einhver segull sem dró mig, Disko og Dísuna niður á Aragötu eldsnemma morguns. Mannfjöldinn hylti þar forseta á fallegum prjónakjól, konu sem vitnaði í spámanninn eins og hún mamma mín. Og nýji forsetinn sagði: til eru þeir sem eiga lítið að gefa en gefa allt. Þetta eru þeir sem trúa á lífið og þeirra sjóður aldrei tómur. Þennan morgun fannst mér að veröldin yrði aldrei aftur söm. Það hafði verið gerð lítil bylting. Það komu stórir brestir í glerþakið. Þótt það brotnaði alls ekki alveg, til þess þarf fleiri byltingar. Og litlar byltingar hreyfa veröldina þangað sem ferðinni heitið. Þær róta upp og breyta lagi hlutana og það gott. Þá allt betra því eitthvað hefur breyst og færst úr stað. Litlar byltingar eru oftast til góðs. Þær geta líka hrundið af stað fleiri byltingum og það gerði þessi atburður þarna árið. Og þessi litla bylting, hún hafði gáru áhrif út heiminn. Ísland varð músin sem öskraði svo undir tók og allir sáu og allir heyrðu. Þannig uppgötvuðum við hvað við getum sungið hátt og að við getum gefið tóninn þegar við þorum og þegar við viljum. Og þá getum við breytt heiminum, nuddað hann aðeins til og ýtt honum áfram. Kvenréttindi eru mannréttindi og þeirri baráttu hvergi nærri lokið. Sú barátta hefur líka áreiðanlega farið fram hjá forsetaembættinu á bak við tjöldin á Vigdísarárunum án þess að við hin vissum alltaf af því. Að breyta og bylta veröldinni tekur jú tíma, allan tíman í heiminum. Hvernig skyldi það hafa verið að taka við þessu mosavaxna karlakefli árið 1980? Það lítur að hafa verið kúnstugt að hreyfa sig innan þessa grjóthörðu gæja sem áttu og máttu þarna í stjórnarráðinu. Og svo snúið að stundum urðum við hin jafnvel aðeins vör við það. En skilaboðin streymdu alltaf svo sterkt áfram frá forsetaembættinu, skilaboð mildi og mannúð, menningu og menntun og vernd og virðingu við náttúru. Þessi skilaboð sem gefa alltaf fyrirheit manneskjulega tilvist. Við sigruðum öll þennan dag. Og nú, 35 árum síðar, kjör Vigdísar til forseta ennþá eitt af mikilvægustu lýðræðis- og mannréttindaskrefum sem þessi þjóð hefur tekið. Lítil bylting sem skiptir svo miklu máli og gerir enn fyrir börnin okkar, dætur og syni, fyrir framtíðina. Við höldum áfram að berjast við beiskan og forpokaðan tíðarandan sem óttast breytingar á öllum tímum. Nú sem aldrei fyrr þurfum við að standa vörð kvenfrelsi og mannréttindi. Það eilífðarbarátta og framtíðarfólkið okkar má aldrei sofa á þeirri vakt. Glerþakið þarna ennþá. Það sést best á kjarabaráttu kvennastétta og á íspinnum sem þær fá að launum fyrir aukaverkin.
Það sést úti í heimi á örlögum kvenna á styrjaldarsvæðum og á hlutfalli kvenna í hópi þjóðarleiðtoga heims. Við verðum að brýna unga fólkið og yfirvaldið. Sú kynslóð kvenna sem nú eldist gekk í rauðum sokkum, hélt kvennafrídag, stofnaði kvennaframboð og kaus konu sem forseta. Það þarf að hysja duglega upp sig til að ganga í spor þessara kvenna og láta aldrei fenna í þau. Í þeirri göngu skulum við öll vera og þökk sé þér, Vigdís, fyrir að ganga fremst.